Komið þið sælir, áhorfendur góðir og velkomnir í föstudags þátt N4 sem helgar þáttur stöðvarinnar. Við fáum til okkar marga góða gesti hérna næsta klukkutíman og ætlum við kynnum þá ekki bara inn svona jafnóðum og þeir koma hingað í hljóðver okkar hérna við Hafnarstrætið á Akureyri. En við byrjum á máli sem að öll þjóðin fylgdist með í fjölmiðlum síðustu helgi þegar gerð var mikil og ítaleg leit að rjúpnaskyttu fyrir austan á Austfjörðum sem að fannst heil á húfi. Arnór Reyr Rúnarsson og Björn Már Björnsson sem eru félagar í björgunarsveitinni á Dalvík fundu manninn skulum við segja og Arnór Reyr kominn hingað á samt Jónínu Guðrúnu Jónsdóttur sem er í stjórn björgunarsveitarinnar. Fyrst Arnór, hvenær fóruð þið austur til þess að taka þátt í leitinni? Við fórum austur þarna á laugardagsmorgun og vorum komnir þarna rétt upp úr hádegi og vorum þangað til að leit var lokið, þannig að það fór að vísu Dalvíkingar á föstudagskvöldin, það fór gönguhópur. Varst þú líka með fyrir austan? Já, ég fór austur aðfaranótt sunnudags. Þá þegar við höfðum skiptið, þeir sem fóru á föstudagskvöld komu heim á laugardagskvöld og þá var áhafnarskipti á bílum og við fórum austur þá. Þetta var gríðarlega umfangsmikil leit, 400-500 manns sem tók þátt í leitinni. Já, það var gríðarlega fjöldi, en gekk ótrúlega vel og bara skipulagði gott og allt gekk fínt, þrátt fyrir veður og aðstæður. En hlutverk ykkar Dalvíkinga í leitinni, hvert var það? Svona þeir utan að vera á vélsleðum? Við fórum 12 í heildina. Og þeir voru 2 á sleðum og hitt voru göngumenn. Þannig að okkur var bara skipt upp á svæði og sem við fengum til leitar. Arnór, þegar þið komuð auga á mannin eða þegar þið funduð mannin, þetta hefur líklega verið svolítið magnað andartak. Já, vissulega þetta það og svona, maður eiginlega getur bara ekki lýst tilfinningunni hvernig þetta en ég kom auga á hann og berða undir strákan og þegar við komum til hans og sjáum að það svona allt í lagi þá bara tilfinningin gríðarlega góð að koma að þessu. Hann var nokkuð svona miðað við aðstæður vel á sig kominn líkamlega. Já, hann var það. En svona viðbröðinni heima á Dalvík eftir þetta, eru þið ekki þjóðhetjur? Ég svo sem veit það ekki en maður svo sem fólk fylgdist með þessu og svona eflaust saman í fréttunum. Er þetta í fyrsta skipti sem að þú, hvað ég segja, lendir í svona aðstæðum? Nei, ég einu sinni áður komið að því að finna mannskap. Þá einmitt var ég með Böbba og 2 aðrir Dalvíkingar með okkur á sleða, Orri Fannar og Bergþór. Þá vorum við sendir hérna inn úr Eyjafirði að leita að Spánverjum og við fundum þá, það var svona, ég kom auga á þá líka og fundum þá þarna. Þannig að þetta svona 2 svona stæðstu útköll sem ég hef farið í. Jónína, þú talar skipulagi, það hlýtur að skipta gríðarlega miklu máli þegar að kannski 400-500 manns eru að leita, að taka þátt í þessu. Þá skiptir svo miklu máli að skipulagið sé allt pottþétt. Já, það bara eins og á sunnudagsmorgninu þegar verið að senda mannskapinn úr húsi. Þá eru sleðamennirnir að fara, göngufólki að fara, þetta eru kannski 250 manns sem að renna út úr húsi þarna á 20 mínútum. Bara vera að útdeila svæðum, keyra inn í GPS-tækin og af stað. Og skipulagið gekk alveg ótrúlega vel. Hvað með alla svona aðstöðu, húsaskjól og mat og allt þetta þarf alltaf að vera til staðar? Já, og við getum alveg sagt það og hrósa Austfirðingum fyrir það að húsaskjólið og aðstæðurnar sem okkur var boðið upp á voru til algjörar fyrirmyndar og fólk gekk úr íbúðum sínum, gekk úr rúmum sínum fyrir björgunarmenn sem náttúrulega bara ótrúlegt. Þannig að þetta var bara
svakalega flott í alla staði. En hvernig virkar þetta þegar að þið fáið þá útkall og þetta nokkuð löng leið að fara, leiðin frá Dalvík og þá austur, byrjið þið strax að undirbúa ykkur bara þegar þið setjast upp í bílana á Dalvík? Já, í rauninni gerum við það. Já. Það er eiginlega svolítið svoleiðis. Það er svona, við erum að fara yfir búnað hvors annars og við erum að fara yfir svona kannski verkaskiptingu, þú sér þetta og allt gangi sem best fyrir sig þegar við erum komin á staðinn. Aðeins að björgunarsveitinni á Dalvík, er þetta stór sveit? Við getum kannski ekki kallast stór sveit, en við erum, virkur kjarni er ekkert gríðarlega stór. Við erum kannski svona, ég veit ekki hvað, 20-30 sem eru svona mjög virk, en svo eigum við gríðarlega gott bakland. Fólk sem er kannski ekki í húsi á hverjum degi eða í hverju viku, en ef eitthvað stórt kemur upp á, ef eitthvað gerist sem við getum leitað til. Arnór, hvernig stóð á því að þú fórst í björgunarsveit á sínu tíma? Þú ert nú ekki gamall maður. Ég svo sem byrjaði þarna í unglingastarfi þegar maður ekki í 8. bekk og ég hefur alin upp við það séu til snjósleðar og mótorhjól á mínu heimili og mér að tjá það að maður þurfti að vera komið með bílpróf til að fá að komast í sleðasveit. Pabbi minn var búinn að vera í sleðasveit þarna og frændi minn og þetta var bara eitthvað sem mig langaði að komast í líka. Þetta heillaði mig og þegar ég hafði aldur þá gekk ég til liðs við þá þarna. En svona góður endir á leit eins og fyrir austan, þetta væntanlega styrkir þig í starfi og alla í sveitinni heima á Dalvík? Klárlega. Já, klárlega. Þetta svona eflir mann og fólk horfir til okkur og bara já, kannski þá væri þetta vettvangur sem ég væri til í að starfa á. Og oft þegar að hafa komið svona stór útköll hefur þetta skilað okkur fólki sem hefur áhuga á því að koma og starfa með okkur. Og þú ert ekkert á þeim buxunum að hætta? Nei, alls ekki. En svona, hvernig hefur sumarið verið hjá okkur? Maður heyrir það svona í fjölmiðlum að það sé að aukast starfsemi björgunarsveita. Það eru fleiri ferðamenn upp á hálendi og svo framvegis. Hvernig sumarið búið að vera hjá okkur? Það hefur nú verið nokkuð svona rólegt, er það ekki? Jú, það hefur nú verið fyrir eitthvað rólegt. Ekki það að náttúrulega ferðamannastraumurinn á Dalvík í hvalaskoðun, bæði við erum með fyrirtæki á Hauganesi og Dalvík og svo hér á Akureyri, að straumur ferðamanna Eyjafjörðinn hefur aukist alveg rosalega og við fórum í það núna að kaupa okkur nýjan bát. Þar sem að bæði sveitarfélagi og einstaklingar hafa stutt gríðarlega við baki á okkur og sem betur fer höfum við ekki þurft að fá stór útköll á það ennþá en annars þá hefur sumarið verið rólegt. Okkar stærsti dagur er fiskidagurinn og þá er nóg að gera hjá okkur. Já. En þið eru að kaupa nýjan bát og það þýðir væntanlega að það þarf að fjármagna hann með einhverjum hætti og það er flugveldasalan, hún er að renna upp. Já, það er okkar vertíð að byrja núna, stærsta vertíð. Allir flugveldarnir komnir í hús náttúrulega? Já, þeir eru svona á leiðinni. Að tínast. Já, þetta er að tínast. En þið eru alltaf á vaktinni í raun og veru. Þegar þú leggst á koddann, ertu þá alltaf með þetta í meðvitundinni að kannski verði kallaður út í nótt? Já, það er alveg, maður veit aldrei hvenær maður fær SMS. Þannig að maður svo sem er alltaf viðbúinn því að stökkva á stað, sko. En þetta er allavega klárlega helgi sem því að þið gleymið seint eða aldrei. Já, það má alveg segja það. Hún gleymist ekkert. Ég segi bara þakka ykkur fyrir gott starf og gangi ykkur vel í framtíðinni. Arnór Reyr Rúnarsson og Jónína Guðrún Jónsdóttir í stjórn björgunarsveitarinnar á Dalvík. Gangi ykkur vel og við höldum hér áfram eftir smástund.